Hér erum við komið með alveg splunkunýjan Kínverja sem heitir AI-Waze. Og AI stendur fyrir Artificial Intelligence is on the way. Þetta bíl sem kemur verulega óvart, verður að segja. Hann á verði sem kemur líka mjög óvart. Þessi bíl kostar 5.690.000 og í premium útgáfu. Svo til annar í standard útgáfu sem kostar ekki nema 5.190.000. Nú, þetta hefur nú verið kallað vélalíf í gegnum tíðina, en það fer nú kannski að breytast vegna þess að hér engin vél. Þetta bara lítil geymsla, það sem hægt að geyma eins og rafmagnskapla og annað slíkt hérna ofan í. En í þessum bíl 63 kW rafhlaða og það mótor í honum sem gefur alltaf 204 hestöflum og hann togar 310 Nm, sem þýðir að það alveg frábært að keyra hana bíl. Hann léttur og skemmtilegur og lipur og þessi bíl fyrst og fremst hannaður og hugsaður með hagkvæmni og notagildi í huga. Og nú skulum við taka algjörlega út úr breytunni að þetta framleitt í Kína. Það skiptir akkurat engu máli. Bara tökum það út úr breytunni. Þetta pottetur bíl að okkar mati. Aðeins að tala AI-Waze aftur. Ef við tökum nafnið hérna á bílnum þá heitir hann AI-Waze U5. Þetta ekkert hvað U5 þýðir, það bara einhver típunúmer. En AI þýðir Artificial Intelligence. Waze þýðir náttúrulega bara á leiðinni. Þannig að það hugsun á bak við þetta. Hérna getum að dansa svona aðeins. Það virkar stundum. Það virkaði núna. Hérna inni erum við með 433 lítra farangúsgeymslu sem stækkanleg upp í hvorki meira en minna en tæpa 1600 lítra við að fella niður sætin, og það svolítið snilldarlegt sniðugt hvernig við fellum niður sætin vegna þess að við lyftum setinu upp í aftursætinu og leggjum svo sætin sem sagt fyrir fram að þau, þannig að gólfið algjörlega slétt. Og ekki nóg með það að hér undir, hérna erum við með geymslu og hér undir líka. Það geymsla. Hérna, við förum ekki lengra en þetta, sko, þá erum við komin niður í möl. En þetta gefur allt meira á pláss. Hérna eru 12 V tengi, hérna hægt að geyma alls konar hluti hérna í hliðarrímunum. Og það svolítið gaman frá því að segja, að því að ég sagði ykkur að taka sem sagt kínverskt út úr breytunni. Við skulum bara taka sér dæmi. Volkswagen ID4, mest af honum framleitt í Kína. Volvo framleiddur í Kína. Polestar framleiddur í Kína. Tesla framleitt í Kína. Þessi framleiddur í Kína. Og höfuðstöðvarnar í Shanghai. Og þeir sem stofnuðu AI-Waze, það eru bara menn úr bílaiðnaðinum. Annar var í fjármálavinnu fyrir SAIC, sem eitt af stærstu bílafyrirtækjum í Kína, og hinn var sölustjóri í Volvo í Kína. Það eru stofnendurnir, og sá sem yfir framleiðslunni, hann var yfirmaður hjá Audi Sport. Þannig að þessi bíl byggður af þekkingu og reynslu. Þá það aftursætisprufan. Ég svo lítið batt hérna aftur í. Hér sko alveg yfirdrifið pláss, bæði höfuðpláss, fótaplássið alveg frábært og sætin eru mjög þægileg. Þau halda bara vel við bakið, seturnar eru langar. Ég meina það alveg hægt að halda barnaafmæli hérna þessuna. Þetta bara rosalega öflugt rými hérna aftur og takið eftir hérna hönnunina á þessum sætum. Hann alveg ekstra fallegur að innan þessi bíl. Hvítt leður, eða svona beisa leður. Sjáðu þið hérna, hér svona hægt að geyma sig eitthvað lítið. Hér USB tengi. Og veit ég ekki hvað þetta Þetta einhver takki.
Fyrst held ég þetta að vera nú öskubakki en það nú ekki. En þetta mjög snyrtilegt allt saman og mjög vandað. Þetta randsaumað hérna sjáum við. Og sætin eru bara, þetta kemur verulega óvart hvað þetta vandað og flott allt saman. Við erum að tala 5.690.000 fyrir bíl með öllu. Sjáu þið, það sólþak í honum, það opnalegt, það svona gardína hér fyrir. Við erum að tala svona snertiljós. Hvað viljum við meira? Hagkvæmur og notagildi í fyrirrúmi. Þá erum við komin hér undir stýri á þessum glæsilega nýja iWays hvað var að segja, fjöllara eða fjölskyldubíl, ferða og fjölskyldubíl. Ég vil ekki kalla þetta jeppling en ég get alveg sagt að þetta sé SUV eða crossover. Hann framdrifinn þessi bíl og eins og ég sagði áðan hafa mótorinn 204 hestöfl. Hann að toga 310 Nm. Hann 7,5 sekúndur í 100. Hann alveg laufléttur allur. Það eins og að sitja á svona bómullarhnoðra að keyra þetta. Stýrið mjög létt, kannski ekkert svakalega næmt og maður finnur alveg að þú veist, hann hreyfist aðeins til hliðana þegar þú beygir en hann tekur beygirnar rosalega vel. Við vorum að prófa hann hérna ég og Gulli í Hringtorgi áðan og hann fylgir mjög vel í beygjunum og þessi bíl með 63 kW rafhlöðu og hann að geta hlaðið í svona venjulegri heimahleðslu. Þá hann að taka 6,6 kWh á klukkutíma sem því það ef maður með hraðhleðslustöð heima sem að kannski gefur 7,5 eða upp í 11 kWh á klukkutíma segjum bara 7,5 og þá ertu svona 11 tíma að hlaða bílinn heima sko. Ef þú fer á hraðhleðslustöð sem tekur kannski gefur þér 50 kWh á klukkutíma og þá ertu kannski svona klukkutíma að hlaða bílinn frá 10 upp í 80%. Nú hleður bílinn sig hraðar sem sagt þegar þú ert með minna á batteríinu heldur en meira en svo getur hann tekið allt upp í 92 kW þegar sem sagt þú ert í hraðhleðslu og þú kemst í 100 sem sagt kilowattsstunda rafhleðslustöð að þá ert ekki nema rétt rúmlega 35-40 mínútur að setja hann í kannski 80%. Það nú ekki neitt til að tala en hann hleður, hann tekur aðeins hægar inn á sig heldur en til þeim Sækinnsaðalöndinni ef við tökum bara ID4 sem dæmi en það ekki frágangsrök vegna þess að margir að hlaða bílinn með að að vinna og eða þá heima yfir nóttina. Nú ef þú kemst í hraðhleðslustöð þá eins og við höfum sagt þá tekur bara það sem þú þarft. Þú þarft ekki alltaf að fara með hann upp í topp. Eins og í gamla daga þegar þú að kaupa bensín þá keyptu við stundum alveg neysafullan tank en það þarf ekki í þessu tilfelli. Þú kaupir bara þá orku sem þú setur á hann þá orku sem þú þarft að nota þann daginn. Þetta bara aðeins öðruvísi notkun á svona rafmagnsbíl heldur en bensínbíl. Og hvað ég var að segja eins og til dæmis með hérna að keyra hann bíl, nú erum búin að keyra hann frá Reykjavík til Keflavíkur. Hann fór ótrúlega vel með mann á brautinni. Þetta alveg svínliggur, hann góður í langakstrinum, það auðvelt að stýra honum, það mjög gott að sitja í honum, sætin halda þrælvel við og bara svo hönnun svo rosalega falleg á þessu. Það það sem svo spennandi við þetta, fallegur hérna innan, randsaumurinn hérna á mælaborðinu, þetta allt úr svona mjúkum efnum og þú veist, hvað ég var að segja til dæmis með ef við ættum að finna að einhverju það heyrir svolítið hátt í stefninu og svona, það svona bergmálar eiginlega eins og hérna fram í Hvalbæknum, það skiptir engu máli. Og svo erum við hérna með þennan skjá hérna, 12,3 tómur skjá og í honum ekki Android Auto eða þú getur tengt hann Apple CarPlay með því að stinga símanum í samband við býstu við, það stendur hérna Apple CarPlay en þú getur náði app sem heitir Easy Connection og speglað síman hérna þannig að þú getur verið með allt sem þú ert með í símanum hérna
þessna YouTube eða Netflix eða út kjur eða út kyrstæður og vill taka pásu. Skjárinn hérna framan, hann segir mér allt sem segja þarf. Grafíkin í honum ekkert svona, hún ekkert agalega flott, en til dæmis hér er svona hlíðaskjár þar sem hefur verið að sýna okkur þrýstingi hjólborðunum. Ég meina, af hverju ekki eitthvað annað þarna sem að kannski, eða rafhlöðu upplýsingar, það eru bara pínu litlar hérna uppi. En eins og ég segi, þetta allt smekksatriði. Ég bara að segja miðað við kannski aðra sem eru með flottara viðmót eins og Peugeot til dæmis sem alveg geggjað viðmót í mælaborðu og svoleiðis, en þú keyrir náttúrulega ekki á mælaborðinu einu saman. En þetta er svona það helsta. Nú, ég hefði viljað sjá meiri rafhlöðu upplýsingar hérna á þessum skjá og þær ekki að finna, heldur það bara hér, og ég hefði viljað sjá sem sagt myndrænni framsetningu af því hvað eftir á rafhlöðum og svoleiðis. En aftur, ég með það hér. Hann á 218 km eftir á 63% af rafhlöðunni. Hérna í miðjustokknum á nú allt mjög vel frá gengið. Hérna til dæmis svona panel sem hægt að hækka og lækka hitann. Þetta í premium típunni og síðan hérna undir þá þráðlaus hleðsla fyrir farsímann og það líka USB og það 12 volta tengi. Ég meina, það allt í þessu. Það agreinavari, það blindtornaviðvörun, það þannig öryggisbúnaður að hann hemlar ef að lappar framfyrir hann farþegi eða hjólar framfyrir hann hjólreiðamaður. Hann tekur inn í, ef þú ert að keyra á og stoppar, hann með 360 gráðu myndavélum og þær alveg meira og það flottar myndavélarnar í þessu. Og ekki nóg með það að þessi bíll, hann með skynvæntur hraðastillir og hann með umferðaraðstoð. Hann fylgir umferðarhraðanum í hægri umferð og hann slekkur á sér ef hann stoppar og kveikir á sér þegar hann fer aftur af stað. Hérna í stýrinu við með svona fítus, við getum breytt aðeins viðmótuna á mælaborðinu. Bara svona upp á djóki kannski. Nú hækka og lækka í útvarpi hérna og svo við með hraðastillinni hérna megin, kontrólinn fyrir hann. Allt annað mjög hefðbundið og mjög þægilegt í þessum bíl. Fyrir hverja hendar þessi bíl? Hann hendar fyrir bara alla. Hann hendar fyrir unga fólkið með börnin, kannski 3. Það Isofix festingar hérna aftur í og það rosalega gott pláss í honum, bæði til þess að ferðast í lengri og skemmri ferðir. Þetta hendar fyrir parið sem hefur gaman að því að ferðast og fara aðeins út fyrir borgina. Þetta hendar fyrir eldri borgaran sem alveg á laufléttum bíl, rosalega þægilegt að ganga hann, setjast inn í hann. Sjónlínan alveg bein hérna fram yfir bíl, maður sér mjög vel hérna í kringum sig. A-bitinn hérna ekkert að trufla mann, ekkert að draga úr útsýni, það stór framrúða. Já, þessi bíl, hann kemur verulega óvart eins og ég margbúinn að segja. Hann á frábæru verði og við erum að tala umboð sem búið að vera við lýði í fjölda áratugi og það þarf ekki að fæla mann frá því að það mjög gott umboð hjá Suzuki bílum og dótturfyrirtæki þeirra Watt EHF sem að flyttu þennan bíl inn, þeir vita hvað að gera. Þannig að já, við Gulli erum búin að taka rúndina á þessu bíl, við erum mjög ánægðir með hann og við getum ekki annað að sagt að þetta séu toppkaup í þessum nýja knáa rafmagnsbíl frá Kína.